það held ég nú Aloe Black með The Man og það líka maðurinn sem við erum að koma með á línuna, það Viðar Örn Kjartansson, en hann bara The Man þessa dagana, allana 11 mörk í 11 leikjum, ekki satt við þar? Það bara hárrétt hjá þér. Það hárrétt hjá mér, já. Og þú ert væntanlega mjög sáttur með þetta? Já, ég sjálfsögði sáttur með þetta. Þetta bara miklu betri byrjun en ég bjóst við og já, það einhvern veginn bara allt sem að virka hjá mann þetta dagana og allt sem reiknast og þetta já, ég bara hórlega sáttur, sko. Já. En, já, þú bjóst nú ekki við því að ná svona mörgum í svona mörgum leikjum? Nei, klálega ekki. Ég bara, ég ætlaði nú bara að reyna að stimpla mig fljótt og hægt var og ég náði því rosalega snemma og einhvern veginn eftir það ræknin allt bara búið að vera inni hjá manni og bara, já, ég mjög sáttur með þessar tölur, sko, og ég vil nú bara halda áfram samt núna og klára þetta með, senda alveg 19 leikir eftir, sko, þannig að ég vona að ég verði einhvers þar við toppinn í markaskórunni í viðlinni. Skorar ekki vel utanvallar eins og innanvallar? No comment. Það lítur að vera, þú ert að skora mörkin hérna fyrir fótboltaliðið. Það er svo sem alveg góð spurningar, sko. Ég sagði kannski ekki að tjá mig svona betur það henni í byrni, en það hefur ekki bara ræðað undir 4 augur svona eftir nokkra daga. Jú, það er engin spurning. Herðu, en þú varst kallaði núna í landsliðið? Já, það er náttúrulega bara frábært, sko. Það er mikil viðurkenning fyrir mann sem leikmann að vera kallaður í landslið og við náttúrulega með geysilega sterkt landslið og var mjög sterkur hópur í síðustu ferð og er núna og ég bara er mjög sáttur með þetta og vonandi kemst ég í næsta hóp líka ef við veljum heima, í Noregi. Nákvæmlega. En hvernig er það já, þeir haldur áfram að ganga svona vel út tímabilið, ertu með einhver draum svona í huga hvað þú myndir taka sem næsta skref? Já, þú veist, í raun og veru ég ekkert mikið að pæli, en það er aðrir að gera það á fullu og ég meina, jú, ég auðvitað vilja spila í sterkari deildingutíman, Norskotlandin mjög sterk og þetta er kannski svona besta skrifið eftir Ísland að koma hingað og þetta er mjög sterk deild og það er mjög erfitt að vinna leiki og skora en ég meina, jú, ég náttúrulega, ef ég held þessum dampi þá náttúrulega reikna maður alveg með því að fara í sterkari deildir þessum tímabil og ég reikna líka alveg með því að verði mikið áhugi sem já, það er alveg mjög líklegt, sko. Já. Og þú lítur að vera búin að eignast þó nokkra vini þarna úti, er eitthvað sérstakur sem þú ert í stöðu sambandi við? Já, ég marga fína vini úr liðinu og svo líka mikið íslendingum í grendinni, manni liðist ekki sko. Það er fullt af góðum pegjum og maður er búin að kynnast fullt af fólki en maður er bara svona, maður líður mjög vel í Norgi. Já, nákvæmlega. Það er alveg hljótt, sko. Og þú ert búin að stimplaði það ekki inn sem tónlistamann þarna líka? Herri, jú, svo er það allir ég sé einhver söngstjarna, sko, sem ég nú ekki. Ég get ég er ágætis karaoke-söngvari en það er ekkert meira en það. Ég tók lagi fyrir snemma á þessu ári og þeir heilluðust mikið og ég held að ég sé að fara að taka upp eitthvað lag og myndband líka með einhverjum pródúser og það verður gefið út held ég einhvern tímann í júní, þannig að jú, það er alveg, það er hluti af þessu líka. Já, þú ert alveg að taka mig úr sambandi hérna. Heyrir ekki neitt það? Jú, ég bara, þetta með tónlistarmyndbandið og svoleiðis að þá, þú slóst mig eiginlega þarna. Já, ég skilði, sko, ég er ekki alveg að fatta sjálfur, sko. Nei. Ég veit ekkert hvað ég komin úti í Noregi, en ég vil bara að fylgja straumnum og já, hugsa ekkert mikið út í þetta. Þetta er maður er alveg, það er alls konar verkefni sem maður er beðinn og ég reyna að segja já í flestu. Já, svo færðu manstu eftir því þegar þú kemur næst til landsins að mun eftir að taka með þér heykvíslina sem ég ætlaði að gefa þér. Já. Þannig að þú getur sýnt nú norsónum hvernig íslenski bændur gerir þetta. Já, nákvæmlega, sko. Það er bara, ég er alveg tilbúin í það er ekki mál. Nákvæmlega. En svona, heima, er það að fylgjast eitthvað með boltanum? Já, ég að bestu getu. Ég get ekki mikið hort á þetta, en ég reyna að fylgjast með þessu alveg þessu getu. Maður náttúrulega á nokkur svona upp á slið á Íslandi
Og maður fylgist alveg þokkalega með þessu, sko. Já. Og hvernig finnst þér til dæmis Pepsi-deild karla að fara af stað svona með það sem þú náðu að fylgjast með? Þetta rosalega, hún rosalega jöfn eitthvað núna. Það ekkit geta allir unnið alla held ég og bara búin að koma rosalega mikið óvart, sko. Það liðina sem eru frekar óvarlega með mörg stig sem ég bjóst ekki við svona fyrir tímabili. Svo Fjölnir og Keflavík og svo fleiri lið, sko. Þannig að þetta verður gríðarlega spennandi deild núna og kannski skemmtilega að hafa þetta svona jöfntildi. Já, nákvæmlega. Herru, og Wenger búin að framlengja þú ert náttúrulega Arsenal-maður og Wenger búin að framlengja og hvernig leggst það í þig? Herru, það náttúrulega bara mér finnst það fínt, sko. Það eru margir sem eru konum með svolítið leiðanum svona Arsenal-stuðningsmenn en ég fíla kallinn og ánægð með að hafa hann. Það er bara að fara að opna verk. Það er prófið af cash, þannig að það er alveg komin tíma að hann fara að spreða eitthvað, sko. Við ætlum að gera eitthvað alvöru hluti í á næsta tímabili. En nú er alltaf verið að plata því hinnar allskyns vitleysu hér og þar í verkefni, en hvað gerir þú svona, þegar þú hefur tíma fyrir sjálfa þig? Já, það er góð spurning. Þetta þá er ég ekki að tala um eitthvað kvennafara eða neitt þannig, bara það sem fyrir því sjálfan. Já, ég er svo rólegur í tíma. Já, ég ég sé, það er búið að vera fullt að leikjum núna í maí og mikið svona ferðalögum og þannig að maður er bara búin að vera frekar rólegur í maí. Annars er það bara, þetta er bara til í rútín, þá ertu búin á æfingu hádegi og svo kemur heimtíðinn og getur skotist eitthvað með félagunum niður í bæ, kaffihús eða eitthvað svona þessum. Og svo mikið betur líka að horfa á góðar þáttaserjur. Það er mjög mikið bett og þetta er rosalega rólegt, sko. Og svo bara sólbað og eitthvað svona þessum, sko. Þetta er ekkert mikið sem maður gerir það er bara alveg sjúkt veður þegar það heita hverjum degi en ég er bara svona ég reynir bara að njóta lífsins og slaka á. Það er svona ekkert flókið, sko, en ég er ekkert að missa með það, sko. Já. En svona í lokin, þú fylgist væntanlega með öllum þessum vinuðinum að spila fótbolta hérna á Selfossi. Eins mikið og getur, ætlar að skilja ykkur í kveðju, er ykkur búin að valda í vonbrigðum eða er ykkur að koma þér óvart? Þeir eru bara að koma þér óvart svolítið mikið, sko. Já. Sigurður 3 stig Eyberg er að standa sig frábærlega með ægi og strákarnir í Árborg standa sig líka geysilega vel og ég er bara mjög ánægð með þá. Þeir eru að vinna leiki skora fullt af mörkum og svona, þannig að þeir verið toppbaráttunni í ár. Já. Svo get ég ekki beðið Magnús Helga Sigurðsson á vellinum líka. Nei, nákvæmlega. Hann er búinn að jafna sig af hnémeiðslum. Já, það er Dominos Pizzan hérna í stúdíunum hlýtur að hjálpa honum með það. Já, klárlega, sko. Ég ekki trúa öðru. Nákvæmlega. Viðar Kjartansson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þér sem allra best og það verður bara þannig 19 leikir eftir og 90 mörk eftir. Já, ég held það. Það held ég nú. Bestu þakkir. Já, sömuleiðis. Já, farið ekki langt hérna eftir smástund þá ætlum við að heyra í Baldur Beck með NBA Ísland. Það er allt að gerast í NBA. NBA Finals af framundan. Það er nú bara þannig. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.